Þá það fyrirlestur 11 og í dag ætlum við að skoða aðeins nánar það sem við byrjuðum aðeins að vinna með í seinasta fyrirlestri og viðfangsefni í verkefni 8 og það þetta þegar við erum með forrit sem keyrir ekki bara öll í einum og það eitthvað svona tækifæri fyrir í verkefni 8 fyrir einhver svona event handlera til þess að vera til staðar sem að notandinn gerir eitthvað á einhverjum tímapunkti í líftíma forritisins. Og það getur verið leið og það var, ég get opnað vefinn og ég get látið hann standa í marga daga og opnað hann svo aftur og ítt á eitthvað og þá keyrir loksins fallið sem við settum á takkan eða hvað það Og svo skoðum við nánar í næsta fyrirlestri hérna á eftir, hvernig við gerist þegar við erum að sækja þá gögn einhvers staðar annars staðar frá, að þá það eitthvað sem getur líka tekið tíma. En síðan þetta bara í mörgu því sem við erum að forrita, þá gerast hlutirnir ekki samstundis. Það tekur eitthvað tíma frá því að við biðjum eitthvað gerist, þangað til það gerist. Og það að það gerist heldur ekki öruggt. Það getur klikkað og við getum fengið villu eða við getum fengið eitthvað skrítin gögn eða eitthvað, þannig að það þetta að hugsa forritin okkar sem eitthvað sem að gerist ólínulega eða gerist ósamstillt eða asynchronous. Þannig að ósamstillt forritun eða asynchronous eða async forritun þegar við erum ekki með forrit sem við bara keyrum og bara allt í minni eða allt bara fer bara allt á örgjörun hjá okkur eitthvað, heldur þarf að fara eitthvað út fyrir þetta. Af því að það mjög hratt að sækja hluti í minni, þá erum við að tala einhverjar nanosekundur jafnvel og síðan fyrir við að sækja eitthvað á disk, þá erum við farin að tala kannski allt að millisekundum og svo erum við að fara að sækja eitthvað yfir net og þá erum við jafnvel að tala tugi eða hundruði millisekunda sem það tekur og allt upp undir meira, allt upp undir kannski sekundu, 2, 3 sekundur. Eða jafnvel ef við erum með einhverjar eldgamlar þjónustur eða það einhver hægagangur, við erum að biðja mikið af gögnum, fleiri sekundur, upp undir 10-20 sekundur. Og hvað gerist, hvað svona upplifunin önnur og við þurfum að hugsa það. Af því að eitthvað sem hratt í dag getur verið orðið hægt á morgun. Og þá það líka þannig að við getum ekki látið forritið okkar bara bíða. Bara, já, ég ætla að sækja þetta hérna yfir networkið, það tekur alltaf 10 sekundum, ég ætla bara að stoppa allt annað með hann. Og það alls ekki hægt í JavaScript, af því að JavaScript keyrir bara í einum þráð. Það bara svona single-threaded runtime og það leyfir ekkert, það verður bara allt að keyra þar. En svona flest forrit sem við höfum verið að skoða eru svona synchronous, þau eru samstillt. Þau keyra bara línu fyrir línu, köllum jafnvel eitthvað fall og fallið keyrir línu fyrir línu þangað til að búið returnar og við förum aftur það sem við kölluðum í það og keyrum línu fyrir línu þangað til að við erum búin. Og svo getum við farið í þræði, nota bara threading model í forritunarmálum, en það ekki stuðningu við það í JavaScript, það stuðningu við það í Java eða C# og það hefur sína eigin kosti og ókosti. Að halda utan og synchronous þræði bara flókið út af því að svona asynchronous forritun flókin. En í JavaScript þetta framkvæmt með því að nota það sem kallað event loop og þá þetta bara einn þráður sem JavaScript keyrir á, hvort sem það í Node eða í Vavra og það svona bókhald sem þessi event loopa heldur utanum. Þannig að við biðjum eitthvað sem framkvæmt, sagtu eitthvað yfir netið, lestu eitthvað úr skrá í Node, það sett á event loopuna og event loopan sér að taka tilbaka og keyra þetta, hvort sem það þarf þá að opna eitthvað socket til að sækja gögnin yfir net eða opna file descriptor á disknum til að lesa af harðdisknum og svo klárast þetta og þá eitthvað sem að event loopan tekur gögnin, tekur það sem við hengdum við, sem getur verið svona callback fall eða þá þetta promise og skilur okkur tilbaka niðurstöðu. Þannig þá keyrir þetta á svona lúpu og þessi event loopa bara lúpa sem bara keyrir og athugar. Á ég verið að gera eitthvað, á ég verið að keyra eitthvað kóða og keyrir þá þann kóða og svo bara þegar það búið þá annarkvort bara hættir hún og þá það í Node, þá hættir forritið að keyra eða í browser þá bara vefurinn virkur og þá náttúrulega getum við farið að vinna með event handlerana. Og það sem þetta gerir þá í raun að þessu offloadað á eitthvað sem við vitum ekki, það bara eitthvað implementation detail í útfærslunni á JavaScript túlknum en það sem gerist þá í raun að við erum ekki að bíða, við erum ekki að halda forritinu, við erum ekki að halda CPU-nu bara föstu á meðan að vera að bíða eftir einhverju. Og þegar við gerum það þá köllum við að forritinu okkar sé að blokka
og þá er stoppaðu bara allt. Þannig ef þið hefur einhvern veginn verið að vinna með einhvern vef og þið hefur ítt á eitthvað takka eða gert einhverja aðgerð, þannig að vefurinn bara svona læsist, þið geti ekki valið texta, þið geti ekki skipta með til tabba og bara eins og afrið sér frosinn, svo hættir hann að vera frosinn, eða þetta hættir, þá var einhver JavaScript kóði að keyra sem var að blokka í raun keysluna á glugganum sem við voruð í. En þannig að þegar við erum í raun bara með þetta með synchronous einn þráð, þá er raun að keyra forritið, það keyrir hérna, svo gerist eitthvað sem við þarfum að bíða eftir, þá bíðum við bara og svo höldum við áfram þangað til að við bara klárum. Svo getum við skipt þessu upp í þræði og þá keyrum við í raun þræðina bara sem sér prósessa og þá þarf einhver svona yfir þráður eða originatorinn að halda utanum og passa upp á hérna, þú ert búinn að keyra, þú skilaði með þessu, þú ert búinn að keyra, þú skilaði með þessu og bara halda þessu. Það þarf einhvern veginn að synkronisera eftir að þeir eru búin að keyra. En í asynchronous þá setjum við einhverja hluti á stað og þeir keyra sér þannig bara á þessari event-loopu og svo klárast þeir á einhverjum tímapunkti. Og það getur verið að við setjum 2 hluti á stað, þar sem við setjum fyrst á stað, hann klárast miklu seinna en svo fyrri og eitthvað. Þannig að þetta verður allt svona out of order. Þetta er ekki eitthvað sem við getum bara sagt, þetta keyrir bara allt í röð. Og það eru svo 3 aðferðir til að vinna með svona asynchronous kóða. Það eru callbacks og það eru promises og svo er það async og await. Og skoðum callbacks fyrst. Að það er þá eins og við sáum í event-handlerinum. Þannig við segjum hérna, þegar það verður klikkað á þennan takka, þá átt að kalla í þetta fall. Og þá er þetta fall kallað callback. Það er fallið sem er kallað í eftir að eitthvað gerist. Og þegar þetta gerist, þá sér sem sagt eitthvað annarkvort event-handlerinn eða JavaScript túlkurinn það að kalla í fallið með gögnunum. Þegar það er event-handler þá kalla þið það með event-hlutnum sem segir okkur, þá klikkað á þetta element, en eins og til dæmis í Node, þá er kallað í það ef við vorum að lesa disk, þá er hérna niðurstaðan úr því að lesa þetta skjal af disk. Og þá keyrum við fallið okkar, callback-fallið, og gerum eitthvað við gögnum. Bregðumst við því sem að kláraðist. Og síðan getum við verið í raun með svona nestuð callback. Þannig að við getum sótt einhver gögn sem að krefast þess að við sækjum önnur gögn, sem krefast þess að við sækjum önnur gögn og þá þurfum við að vera með callback sem kallar callback og við getum svona chaina þessu saman til þess að gera flóknari hluti. Hérna dæmi þar sem við erum í raun að segja eitthvað, það er einhver vekjaraklukka sem við viljum útfæra og eins og við sáum í seinasta tíma, set timeout leyfir okkur að láta eitthvað gerast eftir einhvern ákveðinn tíma. Þannig að við segjum, við köllum í set timeout sem er með callback sem segir eitthvað ákveðið, sem segir síðan búið síðan til annað timeout, sem segir síðan búið til annað timeout og þetta gerist þess að fyrst eftir 5 sekundur, svo eftir 3 sekundur og svo eftir 1 sekundu. Þannig að þetta keyrir allt og býð síðan til annan hlut sem að keyrir í framtíðinni. Þannig að þetta eru callbackin svona að vera nestu saman. Svo getum við farið að sjá að þetta svona verður fljótt mjög svona djúpt nestað, sérstaklega ef þetta er eitthvað svona kóður sem er gera eitthvað að viti. Og þá getum við í raun tekið þetta og við getum refactorað þetta. Við getum tekið og búið til eitthvað ákveðið fall og við getum sagt hérna, við sjáum að það er þessi alert virkni og svo þetta callback. Þannig að hérna erum við búin að búa til eitthvað fall sem keyrir eitthvað sem á að gerast eftir einhvern tíma og tekur sér við einhverju callback falli. Og þá er þetta pattern að taka við callback falli. Ég tek við einhverju falli og ég keyri það á einhverju tímapunkti. Hérna keyrum við það þegar við erum búin að klára þennan timer okkar sem eru gefin hérna í sekundum. En ef þetta er event handler, þá keyrir þetta þegar það er ítt á eventin. Ef við erum að sækja gögn með fetch eins og við skoðum eftir, þá gerist þetta þegar það er búið að sækja gögnin. Ég ætla ekki að fara sérstaklega við þetta. Það sem við ætlum að nota eru promises og promises eru svona abstraction yfir þetta hugtak að sækja eitthvað sem að mun gerast í framtíðinni. Þannig að þetta er hjúpun fyrir gildi, þannig að það er eitthvað ákveðið gildi sem að mun verða til. Það er ekki til akkurat strax, það verður til á einhverju tímapunkti í framtíðinni. Það gæti reyndar orðið til bara í næsta klokktiki, bara leið og ég er búinn að skilgreina það, þá gæti það verið komið gildi inn í það. Eða það geti orðið til eftir 3 mínútur. Og það er bara eitthvað sem gerist í framtíðinni. Og þetta gerir þessa asynchronous forritun auðveldari að því leyti að
þegar við hjúpum þetta gildi þá getum við sent gildið á milli og við getum fest við það svona föll sem keyra þegar það er búið að fá þetta gildi. Og þessi hluti sem við getum fest við promiseið er í raun resolve sem segir þá bara eitthvað, ok, þetta er eitthvað promise, þetta er promise það að sækja ykkur gögn úr ykkur vefþjónustu. Þegar það er búið að sækja vefþjónustuna og það resolvar, þá viljum við gera eitthvað og þá getum við bundið við eitthvað fall, þá getum við haft eitthvað fall sem keyrir. Eða ef eitthvað kemur upp á, þá getum við sagt með reject, hér er eitthvað fall sem á að keyra ef þetta klikkar. Og þá er þetta með then tekum við callbacki sem að gerist þegar það resolvar og catch er callback sem gerist þegar það rejectar. Og þá fær þetta skilagildið, þá er þetta í raun gögnin til úr vefþjónustunni, en þetta hérna er villan úr því að kalla vefþjónustuna. Og þetta eru bara föll sem eru á þessum promise object sem við erum að nota. Svo getum við tekið þetta promise gildi, þetta er þá bara gildi eins og annur í JavaScript. Við getum festað við breytu, við getum sendt breytuna inn í föll, við getum gert eitthvað við þetta og bætt við then skilyrðum eins og við viljum. Og þau síðan keyra öll þegar þetta resolvar eða síðan ef þetta klikkar, þá er catchið callbacki kallaði það. Og síðan ef við erum eitthvað gildi sem er búið að resolva og við setjum þennan á það, þá bara resolvar það strax, segjum bara eitthvað, hei, þetta er tilbúið, þetta er með einhverju svari. Þannig að við getum búið bara til promise sem resolvar strax, sem er þá í raun þetta promise resolve, sem segir þá bara hérna, þetta er bara gildi 15, og svo segir hérna then, sem er þá á promisinu, að þá fæ ég gildið sem að var resolvað, sem er þá 15, þannig að þá fáum við út í þessu hérna, got 15, og ef við síðan setjum þetta í eitthvað timeout, þá getum við fengið í raun sama gildið seinna. Þannig að við keyrum þetta hérna, sjá, nú einhver hérna, svona. Þannig að ef við keyrum þetta, þá fáum við þetta 15, þá séum við að það er eitthvað promised og það er hérna með stöðuna fulfilled og það er með value 15. Þannig að ef við keyrum þetta og segjum then, þá fáum við þetta hérna fall sem keyrir og það tekur inn vaff sem er þá bara argumentið í þetta sem að inniheldur þá gildið úr fulfilled promisinu sem er 15 og við loggum það út hérna með console log. Ef við síðan gerum það aftur hérna, þá kemur í raun sama svar sekundu seinna og ef við keyrum þetta saman og bara reloadum hérna glugganum, þannig að það er ekkert, þá fáum við 15 og svo fáum við aftur 15 sekundu seinna. Þannig að við erum í raun að vinna með sama svarið úr þessu hjúpaða gildi en við höldum hjúpunni og sendum hana á milli. Þannig að þetta promise er svona eins og bara eitthvað hjúpum þetta og þetta er svona flóknara koncept sem kemur inn í mónada og eitthvað sem að við kannski læri seinna þegar við farið í forritunarmál, en er í raun og veru bara þetta eitthvað sem að mun gerast í framtíðinni. Aðal ástæðan fyrir því að þetta gerir svona þessa asynchronous forritun þægilegri er að við getum aðskilið lógíkun okkar sem að gerist þegar þetta gengur allt saman upp og er allt í góðu frá því sem að gerist þegar eitthvað klikkar. Þannig að þegar við erum að nota callbacks þá verðum við einhvern veginn að blanda saman í raun í callback-fallinu okkar hvað gerist ef að þetta var í lagi og við fengum eitthvað gildi og hvað gerist ef við fengum einhverja villu og við þurfum í raun að athuga, kom villa, nei, ok, þá er þetta í lagi og þá ætlum ég að gera þetta. Þannig að við erum alltaf með eitthvað svona if statements þar inni sem eru bara til að handla villur. Og þá er þessi blöndun sem verður oft til þess að við fáum mjög mikið indreginn kóða sem er oft kallað þetta callback hell. Að, þú veist, við erum með
kóða sem er einhvern veginn svona, við þurfum að athuga hérna, er þetta í lagi, er þessi hérna innri í lagi líka og annars er einhver villumeðhöndlun og þetta verður mjög svona, já, það verður rosalega erfitt að parsa þennan kóða bara fyrir manneskjur til þess að sjá hvað er að gerast og svona aðskilja hérna kjarnan frá hisminu af því að það verður svo mikið bara svona boilerplate villumeðhöndlun. En ef við setjum svona cuts og þá er það bara eitthvað sem gerist ef að þetta promise rejectar, þar að segja gildið var ekki hægt að sækja gildið af einhverjum ástæðum, að þá grípum við villuna í cuts og getum gert það sem við viljum til þess að útfæra það. Þá getum við aðskilið villumeðhöndlunina frá meðhöndlunum okkar í bara sérföllum. Þannig þá getum við verið hérna með dæmi þar sem við erum að búa til promise hérna. Þá er að búa til promise eitthvað sem við getum gert, þó svo það sé ekkert verkefni eða neitt sem við þurfum að gera til þess, en í grunninn er þetta þannig að við búum til nýtt promise, notum hérna new fyrir promise objectin og fáum inn fall sem er bæði með resolve og reject og ef við köllum í þetta reject fall þá tekur það inn villu sem að segja að promise hafi verið ekki fulfillað og ef við köllum í resolve þá var það fulfillað. Þannig að með því að búa til þetta hérna fall þá erum við búin að búa til eitthvað sem að skilur okkur promise og ég get þá búið hérna til eitthvað sem á að gerast í framtíðinni. Gerum svona, gerum svo. Þannig að þá fáum við hérna, við fáum þetta promise sem er þá pending, af því það er pending þangað til að það er annarkvort resolved eða rejected. Þannig að eitthvað sem að tekur langa tíma getur verið pending, það er pending og það þýðir en það er ekki lengur, það er ekki komið gildi, það er ekki búið að uppfylla loforðið. Loforðið er ennþá í gangi. En þegar það er komið, þá er það aftur núna orðið fulfilled eins og við sáum áðan og núna með þessu gildi sem við skiluðum hér. En síðan ef við gerum eitthvað sem að kastar villu, eins og við sáum hana í þessu, við sögum ef að message er nákvæmlega foo, þá ætlum við að rejecta og ef við köllum þessu með svona, þá fáum við strax þetta no foo og ef að við setjum þetta í breytu þá sjáum við fáum strax rejected á þetta promise sem segir bara út af því að það skilaði strax. Þannig að það er bara loforðið gerðist, það var uppfyllt strax en það gerðist bara sama tíma það var skilgreint. Þannig að það eru þessar 3 stöður sem að promise geta verið í, sem er pending, fulfilled og rejected. Þannig að hérna getum við svo tekið þetta skilaboð úr framtíðinni, senda inn eitthvað fall, logga þetta út, bætt við, auka meðhöndlun og í raun gert ákveðna hluti við þetta. Við förum ekkert mjög djúpt í að nota þetta í einhverju svona tilgangi. Við munum yfirleitt bara setja þetta og setja í raun then eða síðan eins og við sjáum async og svo await á falli til þess að fá tilbaka upplýsingar úr vefþjónustum. En með því að gera þetta þá getum við tekið kóða sem verður svona mjög svona eindreginn eða mjög svona mikið af if skilyrðum eða mikið af svona callback hellish kóða og brotið hann upp í eitthvað sem að lítur svona meira næs út, bara þess auðveldra að hugsa. Þannig að þetta verður svona við getum lesið eitthvað á að gerast og síðan gerum við þetta og síðan gerum við þetta og svo framvegis. Þannig að það verður auðveldra að hugsa og færa rök fyrir því hvað er að gerast í kóðunum okkar. Síðan höfum við svona hjálparföll á þessum promise hlut til þess að vinna með fleiri promise. Þannig ef við erum til dæmis að gera margar hluti í einu, við erum að tala við 2 eða fleiri vefþjónustur, þá getum við í raun sendar allar á stað, öll köllin á stað í einu og þá getum við nota promise all nema ef eitthvað klikkar, þá klikkar
allt saman og við fáum þá tilbaka fylki af þessum beiðnum okkar. Svo getum við gert promise raise sem er svona í örfáum tilvikum sem við viljum nota, og þá er það í raun bara hvaða promise er fyrst til þess að klára og því er þá skilað. Og ef að það fyrsta rejectar, þá rejecta öll promisein. Þannig að við getum gert eitthvað svona til þess að fá þá í raun böndla saman promisum, og þá er það sem að tekur lengstan tíma fyrirgefið sem að stýra því hversu langan tíma þetta tekur í heildina, eða ef við notum promise raise sem tekur stystan tíma. Síðan fyrir þetta þá höfum við async og await sem eru lykilorð í JavaScript fordrunarmálinu, sem eru svona syntactic sjúkar ofan á promises. Það er að segja, þau nota promises en þau leyfa okkur að sleppa því að nota þetta then og catch og leyfa okkur í staðinn að nota þessi async og await lykilorð fyrir framan föll, async sem segir þetta fall hérna, það gerir eitthvað sem er asynchronous. Það gerir eitthvað sem að tekur tíma, og með því að vera merkt það með async þá er falliðurinn sagt að það skilar promise. Og síðan þegar við köllum í þessi async fall, þá getum við notað await sem þýðir bara nú er ég að fara að kalla í fall sem skilar promise, og með await þá segir við ég vil á þessum stað í forritinu mínu bíða þangað til að það er búið að uppfylla það sem að þetta fall gerir, og þegar það er búið þá ætla ég að halda áfram. Og svo til þess að grípa villur þá notum við try catch sem við skoðum aðeins betur í næsta fyrirlestri, en hafa sér eins og í Java. Þannig að ef við erum með eitthvað svona, þá getum við búið hérna til async fall sem heitir bara eitthvað, og inn í því getum við notað þá await, og þá erum við með þetta hérna fall sem skilar promise, en þegar við skilgrindum það hérna áðan sem að skila promise, og þá í staðinn fyrir að vera með snooze.then að þá segjum við bara await, og þá býður í raun bara JavaScript túlkurinn eftir því að þessi hérna lína klárist. Þegar hún klárast þá er í raun þetta hérna gildi resolvað, við fáum tilbaka skilaboðin og skilaboðin eru senda áfram í alertfallið og síðan keyrist næsta lína. Þannig að þá erum við í raun að búa til svona meira línulegt flæði eins og við erum kannski vanari, en er samt bak við tjöldin að nota þessi promises og að keyra kóða sem tekur mismunandi langan tíma að keyra. Þannig að þá fáum við kóða sem er í raun mjög þægilegt að lesa. Þannig að við sjáum bara hérna erum við með try catch sem er villumeðalurinn okkar, og við höfum fallið sem á að gera eitthvað í framtíðinni. Við bíðum eftir því og erum síðan með breytu sem heldur bara utan þá resolvaða gildið úr promisinu. En til þess að geta nota async og await þá þurfum við alltaf að hafa async fall sem síðan eru með await inn í sér. Þannig að ef við reynum að nota await innan fall sem er ekki merkt async, þá fáum við keyrsluvillur í hérna frá JavaScript túlknum. Og async fallið, það skilar alltaf promise. Þetta er þessi svona syntactic sjúkar. Þetta er bara að búa til svona auka þægindi fyrir okkur sem forritara sem nota samt promises alveg eins og áður, en skila okkur alltaf þessu promise. Þannig að við verðum að hafa catch á async fallinu ef við ætlum að vera öruggum að missa ekki af villum. Þannig að þetta er bara byrjunin á þessu hvernig við gerum þetta í JavaScript, og þú veist hvernig þið vinnir með þetta, þegar þið munum vinna með þetta líka í öðrum forritum. Og við sjáum þetta í atburðum þar sem við erum í raun að nota svona callback based paradigmið, þangaganginn, og síðan notum við núna í þessum Ajax-beinum sem við skoðum eftir til þess að sækja gögn í gegnum vefþjónustur. En síðan eins og við förum í vefforritun 2, þá erum við að nota svona async forritun til þess að tala við gagnagrunna, búa til vefþjónustur sem síðan skila gögnum og eru sótt, og
gerum, alls konar hluti. En það sem gott að bara hugsa þetta að þegar erum að vinna vefnum og erum að gera eitthvað sem að fer út fyrir okkar bara keislu og okkar forriti, að það tekur tíma og að hugsa það hvað gerist ef að þetta tekur mjög langan tíma. Hvernig upplifunin fyrir notandann til dæmis? Erum við bara einhvern veginn að frýs viðmótið okkar á meðan við erum að bíða þegar við erum að blokka eitthvað, eða birtum við einhver svona loading skilaboð, eða förum við út í það jafnvel að skilgreina einhver svona flóknari loading lógík, eins og til dæmis hjá Facebook. Þá var það í raun bara að skoða hvað gerist ef að newsfeedið 2 sekúndur að loada versus 1 sekúndu versus 500 millisekúndur. Þau hafa það mikið af notendum að þau getur bara búið til svona kontrollera tilraunir. Ég get bara artificially hægt á feedinu hjá fólki og þá sýnir það bara fyrir hverja sekúndu að þá bara drop-off rateið það eykst einhverja 20% eða 20% eða 10% eða eitthvað þess. Man ekki nákvæmlega hvað það var. Og sama með kannanir sem hafa verið gerðir af Google fyrir leitarniðurstöður, að ef að þú smellir á eitthvað og síðan sem þú smeltir á ekki búin að loada eftir ákveðin tíma, þá ferðu bara í næstu. Þannig að hægagangur á vefnum algjör killer þegar kemur að því að ætla að búa til eitthvað sem að notendur okkar fíla og vilja, og svo þetta að túlka þetta bara yfir í peningalegt gildi, þar sem ég með vefverslun. Ef vefverslunin mín mjög lengi að svara eða tekur langan tíma að ganga frá kaupum eða setja í körfu eða eitthvað svoleiðis, að þá hver sekúnda eykur líkurnar á því að fólk hætti við. Þannig að þess vegna að hafa allt hratt og öruggt lykillinn að því í raun að vera ekki fyrir. Þetta svona einn af þessum hlutum eins og góð hönnun, að þegar þetta í lagi, þegar allt gengur bara hratt og vel fyrir sig, þá tekur enginn eftir og allir ánægðir, en leið og eitthvað fer að vera hægt og svona sluggish eða svona lagga eða eitthvað svona, að þá förum við að finna fyrir einhverju svona frustrasjón sem við finnum ekkert fyrir svona meðvitað. Þannig þetta bara svona undir meðvitað grípur eitthvað svona bara hvað í gangi hérna, og þess vegna performance mál mjög stór partur og alltaf stærri partur af vefnum. En svo mætti líka fara rauk fyrir því að það út af því að við erum alltaf að flækja tólin og prósessana í kringu það að búa til vefforrit, vefi, því það að þeir í eðli sínu meira bloated og til að sækja einhvern vef sem bara að fara að birta mér einhverja upplýsingar einhvern ákveðin hlut, þarf ég þá kannski ekki að vera að sækja 800 kilobæta af javascripti. En það síðan hægt að gera svona ákveðna hluti til þess að mitigata þessu. Ef við vitum að eitthvað hægt, þá getum við til dæmis eins og í Facebook, það sem þau gera með svona skeleton loadera. Þannig að þú opnar newsfeedið þitt og þá færðu strax svona box sem að verða að færslunum. Og færslunar og boxin svona líta eins út, bara svona með svona einhverju gráu myndum og einhverju svona fake texta og svona með eitthvað svona shimmer yfir sem að svona býður, og síðan populatast inn hlutirnir, sem þá í raun leið til þess að nýta bara svona hvernig við hugsum og hvernig heilin okkar að þeim leið við fáum eitthvað feedback eitthvað að sé að gerast, þá skiptir okkur minna máli að þetta taki lengri tíma, þegar við sjáum eitthvað að gerast. Sama á að vera með svona loadera sem að fyllast út í, þeir oft á tíðum bara eitthvað fake, þeir ekki að trakka neitt á alvöru, þeir bara fyll út í eitthvað ákveð, að þegar við það að horfa það fyllast út í, þá getum við keypt tíma í að hlaða hluti. Ég veit að þetta mun taka svona 2-3 sekúndur, en ég set bara eitthvað loader sem bara í 2 sekúndur að keyra og þá líður mér betur. Ég verð ekki óþreyjufullur. Ég fæ eitthvað sér eftir, en það skiptir ekki máli, þetta var ekki tengt. Þannig að það hægt að gera svona hluti, en í grunninn þetta að gera eitthvað. Að vera ekki bara gera eitthvað, þetta gæti tekið 5 sekúndur. Hvað ef það, mér er alveg sami notandann, eða að hugsa ekki það hvað gerist heildstætt þegar við erum að gera þetta. Þetta þetta og við tökum konkrét dæmi á eftir, en